Já, ég held ekki út í heilt erindi, Mikael. Þú bara fórst fram og náður stelpunar og þá var ég alveg búin að tapa mig. Það bara líka svolítið langt erindi, kannski. Ég átti samt alveg góða takt á þannig byrjun. Hingar eru komnar Eyrún og Elín, leikkonurnar úr Lámur að falla. Velkomnar stelpur. Takk fyrir það. Má ég heyri þér hvort að fjarkinn virki? Já, svínvirkar sko. Hvað með suðu sem var í gær? Geggjað. Ég horfði á Lámur að falla aftur á sunnudaginn. Hún var í sjónvarpinu. Já, mitt og rúf. Já, og ég verð að segja fyrir mitt leyti, mér fannst mjög gott að horfa hann aftur sko. Já. Af því þá svona gæti ég tekið þetta er bara bíó moment sko, sem ég gat ekki tekið í kvikmyndahúsinu. Já, var þetta ofraunverulegt í bíónu? Já, hún var alveg sláandi sko. Við tölum þetta hérna bara fyrsta daginn að eins og við þegar ég fór á myndina fyrst, ég fór á frumsýninguna og það er eiginlega bara þessi mynd og Hjartasteinn þar sem ég labbaði út og ég var með félaga mínum og við tölum ekki við hvern annan á leiðinu út og svo settust við upp bíl og svo sátum við bara svona bara að hugsa að því við vorum svo eftir okkur eftir þessa mynd já, þú veist, bara til hamingju með það vel leikið og Já, vel leikið, en þetta er kannski aðeins öðruvísi fyrir ykkur þegar þetta voru á setti og þú veist, hvernig, ég meina, núna er komin svona smá fjarlæg, þið voru svolítið viðtölum þegar myndin var að koma út í september, október fyrra ár síðan það er heilt ár síðan hvernig er það svona komið tilbaka einhvern veginn í þessa umræðu eða bara byrjum á þér, Elín Þetta er náttúrulega bara alltaf viðeigandi umræðan sem þessi mynd kallaði fram og ég held að það sé mjög jákvætt og maður er alltaf að lenda einhvern veginn í þessari umræðu við fólk er alltaf að koma á manni og byrja að spjalla þó að það sé ekki tengt Lómur að falla sko og ég held að það sé eitt af því sem hafi tekist hjá Baldvini sko að skapa eitthvað umtal sko bara þennan heim en varandi það bara að hitta Eyrúnu, það er alltaf gaman sko við hittumst ekki að taka allt oft þannig að það er svona blast from the past Það er líka eiginlega akkurat ár síðan við sátum hérna daginn eftir frumsýningu og vorum á leiðinni til Toronto bara eftir hálftíma hérna út Það var svolítið ævintýri Hvað, hún vakti svaka athygli myndin úti á Toronto Film Festival hvernig var það fyrir ykkur, svona ungar leikonur ögnin? Þetta var mjög steikt sko Ég var alltaf að reyna að finna Ryan Gosling ég fann hann Elín var á höndinu bara allstar þar sem fólk var svona að safna saman það bara hver gerast Mér langaði svo að hitta en það gerist ekki Hann var að það samt eða? Hann var að það Jesus maður Hefur ekki getað bara beðið að fá að hitta hana? Hefur ekki getað bara pikkað í eitthvað sem að vissi eitthvað og svo bara heyrðu, mér langar að hitta Ryan Gosling, hvernig ber ég með hann? Við mannstu, ég fekk með hana á partíið, frumsýningapartíið. Hann átti að vera það, sko. Hann átti að vera það. Og við alveg mættum, sko. Já. En við mættum mannstu líka frekar seint. Já. Við mættum á svona íslenskum tíma í partíið, þegar partíið er búið, skilur. Já. Þannig að í útlöndum byrja partíið á réttum tíma, sko. Já, nákvæmlega. Eins ótrúlega það kann að ljóma. Það er magnað, sko. En Eyrún, hvernig einhvern veginn, þú veist, þetta hlutverk og svona mikið hafa smá ágjörði að þetta sæti á sálinni ykkur? Nei, já, er það ekki? Ég fór bara að pæla af því að núna svona þegar fólk er að setja sig í spór annara, sérstaklega manneskja sem voru til. Já, ég varði eiginlega að segja, sko, þú veist, ég horfði á myndina alveg 3 fyrir ári og ég upplifði ekki það sama og þú veist, flestir töluðu bara hvað þetta væri ógeðslega sárt og ég alveg svona, ég skildi það en ég fann það ekki að ég var bara ég ætla þetta gaman þetta þegar eitthvað skilja en svo núna, þegar hún var sýnd í sjónvarpinu þá sérst byrjaði ég á því ég satt með pappa mínum og stjúpmömmu og myndin byrjaði og ég bara mér langar eiginlega ekki meira mér finnst það bara frekar hræðilegt. Tók mig pásu, eitthvað, fór að heimsækja mömmu, horfði aðeins með henni og stjúpamma mínum og ég er svona, oh my god, ég get ekki horfði á það. Bara, vá, hvað þetta er vont. Bara svona, mér fannst þetta í alvörinu bara ógeðslega vont að sjá þetta. Þú veist, að það kom svo mikil fjarlægð, þú veist, það er svo langt sem það var núna, þannig að þú veist, ég var eiginlega svona að upplifa hana fyrst
eins og einhvern veginn bara úr okkar augum Já, sem eins og vorum að sjá þorri hana. þjóðarinnar. já, og þú veist, og fá þetta bara svona bara, oh my god þú veist Já, hvernig var eins og hérna með karakterina ykkar að því að nú er svona stundum svona frekar klísukent kannski en þegar leikarar setjast mitt svona lengi í karakter þetta var alveg mánuður í tökum eða ekki sko, Það eru 2-3 Já. en við vorum alltaf allt sumarið að undirbúa okkur Einmitt. Já, maður búin að vera, já, eiginlega bara næstu allt árið, sko, Já. frá því í svona mars að byrja að undirbúa. það líður svo langt frá því að við fáum hlutverkið og Já, að tökum það var alveg næstu ár. Já. En voru einhverjir svona taktar í karakterunum eitthvað sem að sátu eftir í ykkur? Það er eiginlega verra. Ertu svona mikill tutti eftir að? Nei, ég held því sem miklu ljúfari með þess að heldur en ég var sko. Nei, ég held í alvörunni eftir að ég leki myndinni ég held ég hafi verið miklu meira bara Já. ég er ógeðslega næs bara, Ég ég er ekki vond og löguleg þú veist, þannig að ég held ég hafi frekar verið meira Ég upplýði svona Svona- Tim Karakter aldrei svona vondan og leiðilegan einhvern veginn. Nei. Bara, þú veist, stelpu En sem þú að var veist, einhvern veginn í mín, já. mér varst hún ekki mín, mér varst hún bara fullkomnum ógöngum sko. En- já, Þú veist, og þá það maður að brynja sig hans upp og eitthvað já, en ég upplýði ekki einhvern veginn að hún, þú veist ég veit það ekki. já. En hvernig undirbjökuðu ykkur fyrir þetta Já. hlutverk? Þið segið að það var í langan tíma að gera það. Hvað er, hvert er undirbúningsferlið? Er þetta ekki bara að fá handrið til að læra línunar og ít á rekk? Nei. Nei. Við þurftum að svolítið kynnast vel og Rosa vel. við vorum á mörgum æfingum, bara 2 og svo líka með Bjarti Mhm. og svo þá lásum við dagbækurnar og horfðum á mikið sem Baldvin lét okkur horfa á 8-vitan þættina, Og hittum fólk. hittum fólk, fengum að hitta fólk sem hefði verið í neyslu Og þannig eins og þú veist, þannig pikkaði ég upp takta fyrir stallu. og svona lingum. Og svona, já, attitude og eitthvað svona. Og þannig pælingar, sko. En, já, Það var örugglega svona það erfiðasta því að þessi bíómynd er náttúrulega öll sviðsett sko. En við þekkjum fólki sem var á bakvið já, og fólki sem við fengum að hitta sem fekk ekki happy ending og er ennþá hann úti. Hvernig er það hérna svona í kjölfarið á myndin kemur út og en bara, ég er ekki með einhverja hérna staðfesta tölu á hversu margir er búin að sjá hana en mjög margir er búin að sjá þessa mynd. Hafið verið að lenda í hérna bara svona út í búð eða eitthvað að fólk er að líta á ykkur sko ég sá þið einhvern tímann hérna hvort það hefur verið bara einhvers staðar sem við vorum myndið saman þæki og þá hérna brostiru sama brosi og þegar þú ert nýbúin að sprauta þig fyrir skiptið hérna í myndinni Já, og ég fekk bara svona bara eitthvað svona wow það var eitthvað magna sem gerist þá hafið eitthvað svona að þú landi meiri í þessu, fólk þekki mikið, sko. Ég getur verið að ég Bara- lendi meira í því. Þú veist, ég á alveg samtölu fólk bara, já, hvað segirðu, hvað ert þú að gera? Já, ég er eitthvað pínu í leiklist, já. Hvað hefur verið að leika? Já, ég var hann í lámur að falla. Já, ok, varstu aukuleikari eða? já. Ég var hann í aðhluturki. Veitu, hvað varstu? Stella? Já, bara, eða þú veist, bara Þú svona, ert aðeins meira gerfi í myndinni. ég er miklu meira Aðeins. gerfi, Já. sko. Ég held líka karakterinn minn, einmitt eins og þú veist að segja, þú veist, hann var miklu nær mér Já. og Baldvin vildi mjög mikið að ég væri að leika bara sjálfa mig 15 ára af því að þetta átti ekki að vera einhver svona sköpu persóna, þetta átti bara að vera venjulegasta 15 ára stelpa Já, með venjulegasta fjölskyldulífi þannig að ég gerði svolítið mikið í því að sækja bara sjálfa mig inn í karakterinn bara sækja bara alla mína takta og ég veit að vini mínir fóru á þessa mynd og þeir voru bara í kasti yfir hvað þetta væri bara eins og bara ég, þú veist, það var ekkert eins og ég væri að leika af því að ég var, og að því að svo mikið af þessum senum voru bara spuni í rauninni, þú veist, við vorum með handrit en svo fórum við bara að spinna í kringu það fór alltaf út um gluggan bara, Já. og burt það með var, þetta og bara, ok. já, þú veist, ég held að það hefur verið góð tækni hjá Baldvin líka að leyfa okkur að vera bara svolítið, allavega mér, að vera svolítið mikið bara ég að bregðast við eins og ég myndi bregðast við. En er fólk að koma til ykkar og sko leita til ykkar af því að þið voruð í myndinu og gáðum eitthvað styrk? Þú veist, líður fólki sem það geti komið og fara að trúna og einhvern veginn sín málefni?
Ég var alveg lent svolítið í því. Ég lendi mikið í eftir frumsýningu. Og Og líka það er alveg auðvitað- svona hefði dóti sem ég bara, Já, ég Bara- held samt, þú Og veist, ég er bara leikona hérna. já, ég er bara svona, Já, vá, já. ok. ég held að það sé alltaf gott einmitt að Já. skapa þessa umræðu. En það hafa komið moment þar sem ég svona, ég veit ekki alveg hvort að manneskjan átti að segja því ég hef aldrei staðið í þessum Já, Sko, í þessum ég sporum, já, stend nákvæmlega. rosalega langt í burtu frá Já. þessu svona í rauninni, sko. Mhm. Og það var mjög fyndið að því ég var að sæta svínin einhvern tímann í sumar og kom einhver stelpa upp á mér og var eitthvað að tala um myndina og hún hefði haft áhrif á hana því hún hefði verið í neyslu. Og Biggi í Maus sem skrifaði myndina, hann sat á borðinu við hliðina á og hún alltaf hefði ekki hugmynd að maðurinn sem skrifaði handritið, Nei, hann einmitt. var beint á bak við hana. Já. En hún var að, þú veist, segja við mig hvað myndin hefði haft áhrif á hana. Ég skrifaði ekki myndina, sko. Nei. Ég fótt til Bigga og bara, lol. En þú, samt, svona, myndin, þú veist, var lifandi út af ykkur, ég meina, ef ekki væri fyrir leikonunar, þá væri bara handrit og allir hefði lesið þennan skálsu, þú veist. Þannig að auðvitað er það mikilvægt hlutverk. Já. Svo sem. Svo sem. Hvað, hérna, erfiðasta atriðið? Sko, ég man já. bara eftir Ég veit hvað einu er erfiðast. mómenti. Ég veit ekki, ég var alltaf að rifja þetta upp um daginn. Manstu sérst eftir mjög langan tökudag út á Spáni, þá vorum einhvern veginn fastar, að þú veist, á tökustaðanum og komst ekki í burtu. Og þetta var svona eftir tökudaginn og við vorum ógeðslega þreyttar einhvern veginn og þú veist, við tvær hún saman í herbyggja þannig að auðvitað vorum við bara eitthvað spjallað 5 morgun skilur Já. og svo vaknum við 7 og eitthvað svona. Þannig að við vorum ógeðslega þreyttar, ógeðslega langar tökudagur, svolítið mikið erfitt og ég man svona, við erum að bíða eftir að komast og mamma hringir í mig. Hún bara, hæ, hvað segiru, hvernig og ég eitthvað, já, það er bara og bara grenja um lífi. Og einhvern veginn Kristín Júla er bara eitthvað, Eyrún, og ég er svona að horfa á Elínu og hún bara fyrir líka að grænja eitthvað svona búnar á því og Já. svona, þú veist, að því þetta úti var mjög Það var mikið kaos, Já. mikið svona, þú veist, dagskrá var svolítið mikið út um allt. já. Já. Já, Og það voru líka erfiðar sinns það voru erfiðar semur. Já, það, sko, Baldvin, ég hef nefnilega heyrt Baldvin tala um það hefði verið erfitt, sko, þið hefði verið svolítið stressaðar fyrir því að hérna, þurfa að vera einhvern veginn í, þú veist, svona ástarsennum. Það hefði verið svolítið spenna yfir því áður en að það gerðist. Já. Munið þið eitthvað eftir því? Svo bara kannski Sko- gekk vel, eða? Þú veist, Já, við vorum kannski ekkert svona eitthvað kynlífssenur. Já, þú veist, En ég var ekki stressuð að, þú veist, að eiga svona samband, skilur Nei. byggja Nei, nei, það nei. upp. það var ekkert Fram erfitt. að- Nei, það var ekki. Það var Ég ekki ætlaði bara að fara að finna í þetta, sko. Já. Ég veit að Já. myndin alltaf kynni Já, senna hann út á jú, Spáni, auðvitað. þar sem að þið standið Sko- við girðinguna að Já, húsveggjum. það var samt bara líka því að Baldvin ákvað bara síðustu stundu bara, nei, ok, kynlífssenna verður út á götu. Já, Þú átt að vera í rúmi Þetta og svo átti er að hann bara vera- eitthvað, já, ég bara frekar hafa hann út á götu. og við erum þetta götu og það verður hérna, skilur, og svo einhvern veginn fólk er kring og við svona Hvernig var það? Af því núna er Það bara var- myndavél og svo fullt af fólki fyrir aftan myndaðarna. Nei, við hreinsuðum alveg sjónlínu. Já, ok, Já. það Það er er svona flott. Stella þarf að, þú veist, eitthvað svona opna augun og eitthvað svona fokk hvað er hann að gera og ég man eftir að mæta hljóðmanninum bara og ég Já. var svona, nei, hættu nú alveg. Já, Eða já. þú veist, einhvern veginn sem þú Það, já, það var minimal Já. crew, sko, Já. en samt það var einhver, hérna, lítill strætó bara svona 20 metrum ofar sem bilaði í götunni fyrir ofan og það var bara ógeðslega mikið af fólki, bara right there. bara Það Hvað hefði getað ætli séð þau það. hafi haldið með bara kvikmyndakrú og svo kynlífsina? Ætli þau Já. hafi haldið að vera að taka upp klám? Já, eitthvað mjög fínt Örugglega, klám, sko. sko, það var mjög fín kamera, þannig að Já, Það er eitthvað fancy. þetta var ekkert gonzo dæmi, þetta var bara mjög smekklega sena, sko. Já, Þannig að ég veit ekki alveg svo var einhver golf sem allt í hennu viltist inn á settið og einhver maður sem lappa allt í hennu bara upp úr hérna brekkunni. Hann var bara allt í hennu mættur. og villisvínin. og Villisvínin. villisvín. Það var ógeðslega Við steigt. vorum bara eitthvað að chilla og við bara eitthvað, oh my god, þau eru villisvín. Bara, eða skilur, það geta alveg verið hættuleg, þannig að við eitthvað svona, Bara ok, púmpa? Já, bara púmpa og mættur, skilur, við eitthvað svona, færa við. Ég var eða, þú fokkin hrætt, sko. veist, ég veit það. Ég þú fór varst held ég næstum því að Já, gráta. þú varst mjög hrætt. Já. En, ok, það er árliðið sem var frumsýnt, enn lengra síðan að myndi á tekin, þú veist, það er komin ansi mikið fjarlæða á þetta. Hvað er það að gera í dag? Er hún? Ég er að vinna í Sundhöllinni Já. og svo er ég hérna svona aðstofa við að kasta. Ég er Ok. að vinna með Andrei Brabin
sem hjá Eskimo og er aðstoða hann að kasta núna í svona nokkuð stór verkefni sem að koma til landsins sem mjög skemmtilegt. Fyrir þá sem veit ekki hvað að kasta þá það að finna fólk í rétt hlutverk. Hvernig kemst maður í það? Í það? Einmitt, af því það er ekki hægt að læra það að kasta. Nei, ég held, hún treysti mig bara. Þú veist, veit að ég hef auga fyrir hvað er góðurleikur og slæmuleikur. Einmitt. Og þú veist, ég byrjaði, sko, ég var eitt sumar þarna 2017. Ég veit ekki eins og hvernig ég komst inn í það. Það var bara eitthvað Viðar, vinur minn sem var að vinna, við vorum reyndar ekki að vinna þá. Bauð mér þessa vinnu, bara þeim vantaði aðstofamann á skrifstofuna og þá svona lærði ég pínu og svo bara vantaði þeim hjálp núna og það ekki til mín, þannig að frábært. Ógeðslega skemmtilegt. Já. Og Elín? Ég er að klára plötuna mína, fyrstu plötuna mína, búin að vera að vinna í því í sumar. Það er búið að vera svolítið rús í banni. Þú ert í hljómsveit? Já, nei, eða þú veist, ég var í hljómsveit en ég er núna að gefa út bara sóló plötu. Já, aðeinslegt. Já, hún vonandi kemur út fyrir árslok. Ok. Ég ætla að spila á Airways, þannig að endilega með. Já, heldur betur, við munum gera það. Bara 100%. Við erum alltaf að segja heldur betur, við erum búin að vera að reyna að æfa okkur hérna þegar við erum öll að segja heldur betur. Mér líður ég sé aldrei að segja heldur betur. Þú segir aldrei heldur betur, en við erum öll að segja heldur betur, skilur. Já. Og við erum að reyna að hætta því. Halda því í lágmarki. Og svo kom Jón Jónsson að hann og sagði heldur betur og ég var bara, ó nei, nú er þetta komið aftur, sko. Og hvað smita þetta aftur. Þetta er smitandi. Takk æðislega fyrir að komuna stelpur, geggja gaman að fá okkur. Ég held að ég sé ekki að ljúga neinum sem er að hlusta að Lómur falla sé í sarpinum. Það sé að horfa á hana þar. Við mælum með því, en við mælum líka alveg með því að fólk gera það með varúð, er það ekki? Jú. Hafa einhvern sem þeim þykja væntum með. Já. Og ef maður er eiga vondan dag, þá er það er ekki dagurinn til að velja Lómur falla. Nei. Þetta verður ekki til í þetta. En hún er frábær. Já. Hún geggjuð. Ok. Takk fyrir komuna. Ekki horfa, nei, djók. Takk fyrir komuna, við skulum heyra hérna, já, hvað er með Joey Crast?